Í þessu myndskeiði ætla ég að sýna ykkur hvernig þið setjið myndir í töflunet og merkið fyrir myndayfirlit. Ég er búin að sækja hérna mynd sem ég ætla að setja í töflunet og myndin hún þarf að vera stillt á in line with text, ekki square eða in front of text. Það segir það. Þetta stillaði líka hérna í picture format undir wrap text hérna, in line with text. Smelli á myndina og ég fer í Insert, Table, Convert Text to Table, að breyta texta í töflu. Ég haka hérna við Auto-Fill to Contents og hef hakað við Paragraphs. Segi OK. Hér er layout flipi fyrir töflunet, ekki þessi layout flipi, heldur þessi hér. Hann verður sýnilegur þegar við erum með töflu valda. Og ég ætla að fara hérna í Properties og stilla hana þannig að hún verði hægra megin á skjánum og ryðja textanum frá sér. Það er ágætt að hafa hakað hérna við View Grid Lines. Þá sjáum við betur töflunetið, það kemur ekki fram í útprentun og það er þægilegra að hafa það sýnilegt þegar að vera að vinna í skjalinu. Ég fer hérna í Properties og ég byrja á að fara í Borders and Shadings og segi None og teki ramman af töflunetinu, hverfur á eftir. Ég ætla að hafa hana hægra megin á síðunni og láta töflunetið vera sem sagt þannig að það ryðji textanum frá sér. Hérna sjáum við hnitalínurnar sem ég var að tala kom ekki fram í útprentun. Og ég ætla að færa þetta aðeins til hérna neðar, hafa myndina hér. Ég smelli á myndina, ég fer í References og Insert Caption og hérna er mynd 1 í kafla 1. Ef það eru ekki, hún er merkturinn neðan myndina, ef það er ekki mynd í listanum hér eða kemur figure eða eitthvað annað, að það búið til nýjan miða, hérna, New Label og skrifi bara mynd, hafi stórt M, enga tölu á eftir, hún uppfærir það og ef þið viljið tengja við kaflanúmer, þá smellið ég hérna í Numbering og hakið við Include Chapter Number. Þetta er stillt þannig hjá mér, þannig ég þarf ekki að breyta því. Þegar þið eru komin með þessa valmynd, þá segið þið OK, hitið á tvípunkt og skrifið textann. Og ef þið viljið miðja myndina og textann inn í töflunetinu, þá farið þið hérna í Layout og smellið á að miðja á miðju. Og ég ætla að eyða út þessu entermerki hérna. Hérna hefur komið auka orðabil þegar ég tók myndina og þið lagið það til. Og ef þið viljið færa myndina, ef þið viljið hafa hana hér, að þá dragið þið töflunetið og textinn fylgir. Þið hefðu getað valið það líka hérna í Layout og Properties. Þá hefðu getað valið left og right en eins og þið sáu þá var ekkert mál að breyta því eftir á. Þá kemur þetta svona. Hafa hana bara hérna. Síðan er önnur mynd hérna sem ég ætla að endurtaka þetta. Hún er svolítið stór. En ég ætla að miðja hana, minnka hana segir. Annaðhvort get ég dregið inn að miðju og minnka hana. Eða ég get farið hérna í Picture format og valið stærðina. Smellt hérna til að minnka hana og hún er svona nokkuð passleg hér og ég smelli hérna á Insert, Table, Convert Text to Table, Auto-Fill to Contents og Paragraphs og OK. Og síðan fer ég hérna í Layout og Properties og byrja á að taka Borders and Shadings í burtu og ég ætla að hafa hana hægra megin og láta hana ryðja textanum frá sér og færa hana hingað. Og þegar merkja hana, þá smelli ég hér á fyrir References, Insert Caption og nú er þetta mynd 1 í kafla 3. Ég lesi aftur á bak. Og hérna kemur upp mynd og fyrir neðan og kaflanúmerið er komið.
Ég skrifa tvípunkt og ég skrifa hérna textan. Og ég ætla að miðja hérna á miðjum og kemur þetta svona. Og hérna auka orðabil þegar ég var að færa nú og fylgjast með því. Ef við erum með texta eins og hér, þegar textin er ekki fulljöfnaður og hér myndast óeðlilega mikið bil, þá getum við farið hér inn á milli, haldið niðri Ctrl-hnappi og strikinu við hliðina á bakklyklinum. Þá kemur svona strik sem er orðskiptamerkið, en af því að við ýtum á Ctrl og bandstrikið og kallast það hverfult bandstrik. Þannig að ef við breytum letri eða bætum inn texta, þá sést þetta ekki í útprentun en kemur hérna sem við myndum bæta hérna við texta mjög oft, þá er þetta svokallað hverfult bandstrik sem kæmi ekki fram í útprentun. Ég ætla ekki að breyta þessu hérna, ég ætla að hafa þetta svona. Þannig að þá er þetta komið hér. Við setjum dagsetninguna þann dag sem að við skilið hérna verkefninu. Það er ekki það sama og á forsíðunni þegar það sem stendur haustönn. Þetta skrifið við 15. mars eða 15. apríl eða þann dag sem við skilið ritgerðinni og svo skáletrið nafnið ykkar við skilið rafrænt. Ef við erum að skila á pappír, þá skrifið þið nafnið ykkar bara með venjulegu letri, ekki skáletri, og skrifið með penna fyrir ofan. Það er svona staðfesting á að þið hafið unnið verkefnið. Ok, aðeins að skoða hérna er texti 1. Ég ætla að setja inndrátt á þennan texta eða tilvitnun, þannig ég smelli hér og þá líka setja inndrátt hér. En þá þarf ég að breyta þessu í texta 1. Ég á eftir beinni tilvitnun eða inndrætti, þá kemur texti 1, ekki inndreginn texti. Og ég ætla að vista og nú ætla ég að kalla fram myndayfirlitið og smelli ég hér í hægri mús og update field. Ef ég vil hafa blaðsíðunúmerinn, þá koma við hér. Ef ég vil sleppa þeim, þá farið við í References og Insert Table of Figures. Hérna stendur mynd og þið takið hakið af Show Page Numbers. Þá spyr hvort þið viljið hafa þetta svona. Þá kemur bara textinn, þannig að þið átvegið það hvort þið viljið hafa blaðsíðunúmer. Það er ekkert töfluyfirlit og eyði ég þessu. Og til að uppfæra efnisyfirlitið smelli ég hér líka á hægri mús, update field og kemur update entire table og þá haka ég við það. Og það er búið að stilla í sniðmáttinu þannig að kafli af öðru þrepi, 1.1, kemur beint hér undir U-inu og kafli á þriðja þrepi er hér. En það er ekki alltaf 3 kaflar eða 3 þrepi í kaflaskiptingunum. Og ég ætla að vista og sýna ykkur í öðru myndskeiði hvernig þið raðið heimildum í stafrófsröð.